Heyrðu vel í mér? Já, ég vel í þér. Flott. Já. Ætli að sé einhver byrjar að horfa. Nei, spurning. Já. Ég er með YouTube opið sko, þannig að... Já, ég reyna að opna það. Já. Það er samt ekki live streamið upp. Já, ok. Þarna kom það. Hann náttúrulega byrjar ekki svo sem er fyrir að horfa fyrir 9, þannig að þegar kemurinn byrjar. Nei, nákvæmlega. Jú, herru, tveir að horfa, mann. Já, við. Jú, ég byrja ekki. Já. Og ert þú komin inn á braut og... Já, ég er auglýsingabíllinn hérna út á braut. Já, ok, ekki. Ég verð þar fram að tímatöku. Já. Hvað, Mr. Two-Tem ekki mættur? Nei, hann var á leiðinni heim bara fyrir tími kortið síðan. Já, ok. En hann er með alvöru samkeppni í kvöld, sko. Alex Thompson er að Já. leggja fárlega tíma. Hann er geggjaður. Hann er geggjaður. Þótt að hann sé svona ungur, sko. Það er ótrúlegt race-paceið á honum. Já. Það verður veisla að fylgjast með honum í kvöld. Já. Það er spurning hvort hann takir sama strattapappi sinni í gær. Stingar laga bara á hausnum. Já, nákvæmlega. Já, nema Jökull detti í einhvern gott mót. Já. Það getur verið. Annars segi ég bara skál, góður. Já, bara sömuleiðis. Það er gott. Styttist í tímataka byrja eða hvað? 15 mínútur auða? Já. Já. Villi kominn í spjallið. Það það? Já. Við getum nú spurt það hvort það heyrist vel í okkur og... Já. Heili, heyrist vel í okkur báðum? Þurfum að taka meira soundcheck. Það er tónlist í leiknum með mér. Já. Ætli það sé ennþá eða? Það heyrist vel í báðum, mætti samt hækka aðeins meir í Hugo. Það er tónlist að spila, segir hann. Herru, nú skulum við fara aðeins í mækinn hjá mér og stilla þetta. Hvernig ljómar þetta? Þetta er eitthvað anskara? Er þetta eitthvað betra, Hilli minn?
Ég er að slökkva á. Hafa tónlist. Já. Hvað, varstu með Celine Dion bara á fullum blasti eða? Já, já. Tónlistin er farin, segir hann, Hilli. Ok. Takk fyrir það, Eli. Takk fyrir að láta okkur vita. Herri, ég sofnaði þarna á verðinum og dundraði með hérna auglýsingabílinn út á braut. Já, það. Já. Já, já. Og hvað, fyrir einhvern eða? Ég held það. Ég sá bara allt hérna ég var komin eitthvað út á brautina með hann. Já. Já, Haukur er hérna eitthvað. Brasa. Þetta er photo-op að fá mynd af Lovits auglýsingaskiltinu, sko. Já, já. Og Alex Thompson með 1.32.9.11. Það er helvíti góðu tími, sko. Það er flottu tíma og æfingu á hring. Já. Við skulum vona hann haldi þessu uppi í tímatökunni. Nú held ég að þetta vera allt klárt, sko. Já. Það er bara þannig. Góða kvöldið, Gunnar Karel. Nei, þarna, tónlistin komið aftur. Hvað er í gangi? Hvað? Búin að setja sko á broadcast mode on. Þetta er ekkert sko. Góða kvöldi, Ingi. Hvernig slekkja á tónlistin í útsendingunni? Farðu á Play Race og settu það á off. Þarna. Ok, tjekkum að þessu. Og ef þetta gengur ekki, þá verður bara útsendingin að verða bara að díla við Celine Dion, það er ekki flott hana. Nákvæmlega. Og þeir BKM. Nú, já. Þetta er lokalabíinu. Background music.
Þetta hlýtur að. Við tjekkum á þessu bara. Já. Hvað akkur er þetta að slökkva? Eitthvað liver í dæmi, held ég. Já. Það er ekkert með það. Nei, það er bara... Við bíðum bara spenntir. Það verður að vera rétt, sko. Það er rétt fyrir að vera rétt, sko. Já. Ég er í boði Bola X. Já, ég er í boði Pepsi Max. Það er rétt. Það er ægileg spenna fyrir þessari mótaröð. Ég held að við fengjum samt fleiri, sko. Já. Í keppni, en þetta er bara flott, sko. Þetta er flott mæting, sko. Það var Já. rosalega flott mæting í gær og í B-deildina. Já. Hörku skemmtilegt reis. Já, við vorum að keppa saman þar í gær. Já, já. Það var helvíti gaman, sko. Já, þessi braut og þessi bíll, þetta býður upp á fáralegt reis, sko. Já, þetta er mjög gott kombo, sko. Já. Það eru kannski ekki allir sem fíla bílinn, en þegar maður er búinn að keyra 20 ringi, þá er maður að fara inn að venjast honum og... Já. Og hann er ekki það öflugur að maður getur alveg dúndrónum bara með spólvörðun og allt bara í burtu, sko. Já, já. En ef maður passa sig ekki á Apexinu, þá getur maður spinnað eins og Yours Truly gerði tvisvar í gær. Já, segðu. En ég minna, það er bara partur af prógraminu. Já, það er bara þannig. Já, já. En ég býst þeim mjög spennandi og mikilli barátt í kvöld. Þetta er með þeim hröðustu mönnum landsins að keppa í kvöld. Já, já. Og þetta verður mjög góð keppni, sko. Svo munum við bara blotna og brosa. Já, og það er í boði Lovísu.is. Já, það er bara þannig. Það er bara þannig. Þessi sumamótaröð, hún er náttúrulega í boði Yamaha og Lovísu.is. Já. Sem standa fyrir þessari veislu í sumar. Og náttúrulega GTS samfélagið að lána okkur YouTube-stöðuna sína og búnaðinn til þess að sýna ykkur áhorfendum heima. Já, það er bara þannig. Já. Og þetta verður veisla í sumar, allskyns keppnir, það er rally og Group 3 og fleira. Já. Hilli Billi, hann er nú þegar búinn að blotna eftir að hlusta á okkur tvo. Já. Þessar raddir hafa þessi áhrif, sko. Já. Það breytist ef hann sér okkur, sko. Það er bara þannig. Það eru allir með liferi nefnum Alex Thompson. Svo er það bara Kaldi Racing, Lovisa eða Basic Racing. Já. Og svo MS Nýmjólk. Nýmjólkinn. Já, Nýmjólkinn, maður. Ég held að Haukur Ingi hafi verið að henda þessu livery saman núna bara rétt á hann fyrir keppni. Já, það er flott. Fyrir sig og Brynjar. Já, ég sé að Ívar Eyþórs, hann er með kalda livery. Já. Hann er greinlega, getur verið að sé komin í annar lið, en það er bara flott. Jú, Davíð Adamsen með held ég að sama. Já.
Þetta er orðið líka keppni í lifir í smíðum, sko. Já. Þetta er gríðarlega fallegt, sko. Þetta er það, sko. Nú er ég búinn að fara aðeins yfir lifirinn og þetta allir eru búin að sjá. Alex Thompson er með hraðasta tíma 1:33.069. Já. Það er náttúrulega bara æfing. Það er ekki konar tímatökur. Nei. Nei, þarna kom tónlistin aftur. Djöfull. Hvað er í gangi? Það er góð spurning. Það er próf núna. Góða kvöldi, Oliver. Góða kvöldi. Ég prófaði, ég tók nú kannski á það nú ekki að hafa neina áhrif á þessa útsendingu, en ég slökkt á öllu drastlinu mér líka bara. Já. Ok. Góða kvöldi, Agnar. Og endilega muna að setja like á útsendinguna. Já, við verðum að safna góða lækum. Já, við verðum að fá fleiri like heldur en Gretar og Jói fengu ekki að, sko. Sást þú hvað voru mörg like, eða? Nei, ég man það ekki. Við vorum hins vegar ekki mörg. Ég átti eitt af þeim. Já. Varst þú að keyra og horfa útsendinguna? Nei. Ég sett á útsendinguna þegar reisið var búið og Já. skellt í like á kallana, sko. Það er rétt. Jæja. Nú eru tímatökur að hefjast. Já. Það er bara full ferð, sko. Það er spurning hvað tíma menn setja. Það hefur verið fróðlegt að sjá. Það hefur verið fróðlegt. Allir út í einu, þannig að það er örtrauðbraut. Menn kunna þetta, þeir gefa hvoru öðrum pláss og Já. hann ætlar að vera með draft í Vík, sko, þannig að það er gott að menn sé ekki að drafta mikið í tímatöku. Já. Það er bara þannig, sko. Þið verið að afsaka ef útsendingin er eitthvað léleg hjá okkur. Við erum náttúrulega að gera þetta í fyrsta skipti. Það gjörsamlega blauti bak á eyrun. Hvað þessa tækni varðar? Nákvæmlega. Jói Eils að hitta dekkin. Er að koma inn á beinakaflan. Nú byrja tíminn. Já. Oliver segir að lægsta sem hann hefur séð er 1:32.5. Það er reyndar helvíti gott. Nei, við skulum sjá hvort það hafi verið slegið í kvöld. Já.
Já, já, það komið gott bil á milli manna. Já. Þetta eru náttúrulega alls saman vanir og reyndir ökumenn, þannig Já, að já. þeir kunna þetta. Ólafur heldur að póltími yfir 1:32.7. Það nú ekki fyrir lagi, sko. Nei, alls ekki. Það bara þannig, sko. Svo allir að muna að kjósa driver of the day. Hilli Billi segir póltími 1:32.893. Alex Thompson. Jæja, nú fara fyrstu tímar að fara að koma í hús. Já. Jói Eils í seinustu beigunni fyrir Benagablan. Ein 33.074. Það bara mjög fínt, sko. Já, það er flott, já. Já. Flottu tími. Alex Thompson 1:32.873. Hilli var ekki langt frá því. Nei, alls ekki. Alls ekki. Góð spá, Hilli, vel góð spá. Já. En Jökull var að taka 1:32.7. Það er ekkert með það. Nei. Það er helvíti gott. Hann ætlar að halda titlinum sem hraðasti ökumaðurinn. Já, hann er náttúrulega Mr. Two Time, sko. Já, hann er Mr. Two Times, sko. Það er bara þannig, sko. Það er nú ekki mikið á milli manna. Tímalega síðan. Hilmar að setja 1:33 eitthvað. Það er bara hálf sekúnda niður í 15. seti, frá fyrsta niður í 5. Já. Hanna, Jökullinn í pit. Það er að fara út á ferskum dekkjum. Sérðu hérna, á milli Jóa og Ólafs. Það er 0,001. Já. Það er rosalegt. Það er rosalegt. Og Alex Geiss og Ívar 0074. Já. Menn eru hraðir hér í kvöld, það er bara þannig. Það er bara þannig, sko. Alex að æfa start. Ég hef nú séð hraðari tíma hjá Gretari. Hann setur einhvern solid tíma á eftir. Fyrstu tíminn hjá Jón Þór að detta í hús. Nei, hann er átlapp. Hann er átlapp, já. Ok, fyrir mynda bara á Óla. Ég er kannski að flakka á mikið á milli manna, veist, það er bara... Þetta eru rosalegi tímar, sko. Já. Haukur Ingi var að setja 1:33.8. Ok.
Já, Ólafur, það helvíti flott lifur í þetta í kvöld, sko. Menn ég alveg hróskili fyrir gott lifur í. Já, Gerir þetta bara miklu skemmtilegra. gerir það nefnilega. Það voru nú einhver fallegi í B-deildinni í gær. Já. Ég held að Jökull bæti ekki tíma sinn. Nei. Nei. Það er þá Jón Þór að bæta sig. Ok. Ein 33.8. Nú er Alex Topsson að koma í lokabeyguna. Það er spurning hvað hann gerir. Hann bæti sig ekki. Nei. En Ívar var að bæta sig á eitthvað. Var 33.278 og fór í 33.206. Já, flott. Jökull að koma aftur á beinakaflan. Og hann bæti sig ekki. Nei. Nei. Þetta eru bara tímar sem er að horfa hérna sem maður dreymir sko. Já. Það er 0,002 á milli Alex Geirssonar og Ívar Eyþórssonar. Það er rosalegt. Svo er ég með auga á körfuboltaleiknum, ef einhvern fá að vita það er 105.92 fyrir Tindastól, 47 sekúndur eftir, það er rosalegt. Já. Ég ætlaði nú að vera á leiknum í kvöld fullur og yndislegur en ákvaða að vera hér í staðinn og taka þetta mér með þér við hlið, það er bara snillt. Og vera fullur og yndislegur hér. Já, nákvæmlega. Þá er síðustu metrarnir í tímatökunni að... Já. Ég var að minna að taka screenshot og svona. Já. Já, Gretar að bæta sig alveg hressilega. Það er flott. Hoppaði upp í 8. Það er bara glæsilegt. Já. Það eru bara, ætli að sé ykkur á. Ívar bæti sig ekki. Alex búinn, Óli búinn. Það eru allir búnir. Já. Það er bara þannig.
Þarna var eitt kaldi að opnast. Já, mikið rétt. Stólarnir unnu í kvöld, það flott. Jæja. Þannig að maður kannski fer í Garðabæinn helgina og verður fullu þar. Já. Á næsta leik. Það á móti Stjörnunni. Já, nóg komið að körfubolta. Sorry þetta. Það eru 6 að horfa. Það er allt í lagi. Það koma fleiri. Nei, Mínum eru 15. Já, nú er komið 15 á mér. Það breyttist bara. Já. Það er flott. Þetta var hann fullið strax, eða? Nei. Ég ætla bara að biðja öllum að henda like á streymið og Reis byrja 21-18, segir Jói. Já. Ef að fara hans yfir stöðuna. Já. Jökull á Róspól. Já. Alex þar á eftir. Jói 3. Ólafur Einar 4. Hrikalega lítið sem skilur það allt. Já, milli Jóa og Óla. Það er mjög. Sko. Alex Giss, Ívar, Hilmar, Gretar 8. Jón Þór 9. Haukur 10. Davíð Adams 11. og Brynjar 12. Já. Og þetta eru allt 1:33 tímar. Það er bara þannig, sko. Já. Það er rosalegt. Já. Það er bara þannig. Þetta verður rosalega close barátta, maður. Ég er orðinn spenntur, sko. Já, ég líka. Þetta verður vígalegt, sko. Já. Svo er spurning, hvað strattmenn eru með og hvað dekkjum þeir byrja og... Já, það skiptir líka svolítið máli. Já. Það er bara þannig, sko. En í augnablikinu þá er Jökull með titilinn, two-time hraðasti. Ég nefnilega hótaði því áðan að ef hann myndi ekki ná að Róspól með almennum tíma, þá er hann the slowest. Já, það er bara þannig. Það er bara þannig, sko. Það er greinlega kveikt í kallinum. Já. Þetta er helvíti gott. Það er bara þannig. Já, þetta fyrir alveg að byrja. Freydís Magnúsdóttir segir, koma svo að hendi like. Vel gert. Já, ég er sökudólkurinn af því. Ég er Freydís í kvöld. Það er svoleiðis, það er rétt. Já, kallið minn. Það er bara svoleiðis. Já, þetta verður helvíti skemmtilegt sumar. Það er það er náttúrulega bara frábært að sé reis í gangi. Já. Og já, það verður keypt næst á GR3 minni mig og Já, á Spa. á Spa, á. Og svo verður rally. Já, klukkutíma rally. Já, það verður eitthvað. Algjör veisla. En það er 3 vikur á milli keppna, þannig að menn hafa nú góðan tíma til að æfa sig og inn á milli sumarbústaðferða. Já. Það er bara þannig. Maður þyrfti að fá sér svona ferðarrygg. Geta tekið það með í hjólís.
Það væri eitthvað, sko. Já, Það væri bara ábygglega hundlegilegt að keyra þá á móti þér, vegna þess að þú væri flöktandi út alla braut út og þú væri með svo lélegt Wi-Fi, sko. já, nokkulega. Já, nú verður þetta alveg að detta. Ég er að spá að vera bara á bíl 2, Alex Topson. Ég er að spá að taka líka þetta, eins og Ingi vinur minn segir, let's go racing. Já, kall. Já, við erum byrjaðir. Það var eitthvað... Það var eitthvað smá klúður í startinu. Aha, Já, þetta fer nú vel á staði á fremstu mönnum. já. Jökull ennþá með fórustu. Alex gjörsamlega í raskættin á honum. Já. Það er bara þannig. Góð barátta aftast. Er það ekki? Jú. Ég er á honum Gretari. Þeir eru allir í halarófu bara. Já. Ég veit ekkert hvað er besta sjónarhornið, sko. Ég er bara... Tökum bara að prófa með eitthvað svona. Já, þetta... Ólafurinn að stinga sinn, ætlaði að stinga sinn inn og Jóa. Letaði ekki stikka. Nei. Alex spinnar. Gretar missir 3 sæti. Ok. Dóttin er í 11. Jónsson er búinn að vinna sig upp í 7. Ok, það er flott. Alex er ekki að byrja vel, en hann vinnur upp og eftir. Já. Haukur alveg raskatinn á honum. En Jökull er að losa sig við Alex. Ok. Og Alex þarf að losa sig við Jóa, þannig að fyrstu 3 sætin hafa ekkert breyst. Fyrsta ring. Nei. Það voða mjótt á milli manna þetta. Já. En ekki svona rosaleg barátta, það sem ég sé, sko. Nei, ekki enn, en Gretar er að éta upp Brynjar heldur vel. Ok. Ég kannski skipta það. Hann er að... Já. Fanta flottur akstur hjá Gretari. Já. Það byrja nú helviti vel. Það fer rólega á stað svona. Já. Ég held að það hefur verið meiri hasar í B-deildinni í gær, fyrsta ring. Já. Herru, Hilma fyrir pit. Það er að henda M-dekkjunum, medium-dekkjunum. Já. Hann er greinlega ekki að finna sig á þeim. Nei, við skulum fara hérna, ég ætla að fara yfir dekkjastöðuna. Já. Jökull Hrafnsson er á soft. Alex Topson medium. Jó Eils medium. Óli er á medium. Ívar Eithors medium. Mr. J. Hvað segirðu? Við erum að missa baráttuðinni á milli Gretars og Brynjars. Ég fer beint á það.
Ég bara veit ekki, Ólafur, ég veit ekki hvort þessi light eða heavy aðild. Heavy damage eða light damage, veist þú það, Hugo? Þetta er light damage, Já, ok. ef ég maður rétt. Já. Já, ég var komin hérna. Jón Þór er á Racing Soft. Hann er að berjast hérna við Ívar Eyþórs. Brynja Péturs eru medium, fer út í grassi hérna aðeins. Gretar Racing Soft, ég er með flottan hjálm, hann er með Minions hjálm. Já, hann er góður á honum. Það er geggjaður. Brynja Péturs medium, Alex Geirsson medium, David Adams medium. Haukur ekki með, hann var með skemmt, hann er medium. Og Hilma kominn á soft í raskatinu á Haug. Hann ætlar að stinga sér inn á hann hérna í fyrstu beygju. Já, gerir það bara. Gretar er búinn að losa sig við Ívar. Nei, við Brynjar fyrir ekki. Já, Brynjar, já. Og er að nálgast Ívar. Það er nefnilega eitt í þessari braut, sko, að vera að berjast mikið, það kostar því svolítið, sko. Já, það gerir það. Sáum alveg bara gott dæmi það í gær, sko. Já, algjörlega. Bilið á milli Jökuls og Alex er ennþá að rokka upp á við. Já. Hvernig er Jökull? Hann er 1,3 ára á undan Alex. Já. En með hreint loft. Já, en hann á samt fastest time í braut, hann. Já, á medium. Á medium, sko. Sögur segja að hann sé 15 ára gamall. Já. Og hann er bara fanta góður ökumaður. Já. Það eru Jói og Alex er eitthvað byrjað að slást aðeins. Það er nú slöknar hratt í því aðeins. Já. Það er hálf sekund á milli þeirra. Mr. J hérna í fjóruða, bara fínum málum, sko. En Emmi Ívar á eftir sér, hann er hraður en Ívar. Og Gretar er að nálgast Ívar. Já. Hilmar er komin upp í 10. úr botsetti. Ok. Eftir pittin. Já. Haukur Ingi að spinna. Það er svoleiðis. Já. Það var dýrkeypt. Já. Jökull er þá í fyrsta. 1,3 ára á milli. Þetta er djöfull gott, sko. Hvar byrjaði Jón Þór? Byrjaði hann 8. Nei. 9. held ég. 9. Flott að koma sér svona upp. Hann er mjög hraður, hann ætlar ekkert að gefa neitt eftir. Nei, hann er bæði hraður og þolum og bílstjóri. Ívar Eyþórs var að skjóta sig fram úr honum í S-sonum. Þetta er nefnilega, draftið er nefnilega svo rosalega sterkt. Já. Og það er líka langt. Já, mjög. En þeir eru byrjar aftur að batla. Já, það er smá snerting, en já. Jón Þór innan á, kemst fram úr. Og Gretar græði bara á þessum slagsmálum. Já. Það er komin í 1,7 á milli þeirra, þannig að... Já. Hvernig er hérna...
Stutt á milli Alexar og Jói Eils. Já. Mr. J og Ívar. Ívar búinn að taka hann. Já. Grétar svo rétt á eftir. Já, hann að nálgast Jón Þór hratt. Já. Það bara 0,8 milli þeirra. Það bara gott bíl á milli mönnum hérna í senustu sætunum. 7. sæti og niður. Hilmar kominn dottinir í 11. sæti. Hann hefur eitthvað klikkað hjá honum. Já. Síðustu hringu var 1:40, þannig að hann hefur eitthvað. Eitthvað fipast. Já. Það bara þannig, það svona, ég held að mesta batlið sé hérna. Kannski fyrir bara aðeins inn í bíli og Jóa Eils og... Já, ég ætla aðeins að fylgjast með Grétari og Jón Þóri, þeir eru eitthvað... Ég læt vita ef eitthvað djúsi gerist. Já, geggjað. Þetta er... Jói Eils kominn innan á Alex. Það virtist eins og Alex var að lagga smá. Já. Nú Jón Þór og Grétar að byrja konur í smá kýting. Ok. Jói Eils kominn í annað. Missir aftur. Jökull nýtur bara góðs að þessu, sko. Já. Grétar alveg í afturendanum á Jón Þór. Vantar bara hestlumuninn. Já. Jökull búinn að taka 3,6 af Alex. Já. Rosalegt að sjá tvær Lovísur vera slásmaður. Já, segðu. Það bara þannig. Óli verður að segja í chatinu að það rosalegur hraði og Jó og Alex á medium. Já. En það Alex bara með 34. Þetta bara geggjað, sko. Svo náttúrulega Jökull kominn í B-Sick Racing. Verður að keyra með þeim á nýju tímabili. Já. Sem bara flott, sko. Já. Það gríðarlega fallegt lifrið í honum. Það það. Hver smíða lifriðinn fyrir B-Sick? Það hefur aðalega verið hann Jón Þór. Mr. J. Mr. J, já. Ég held að Jói hafi hins vegar tekið þetta að sér. Já, ok. Þetta líka mjög snirtilegt. En samt athyglisvert að sjá það að þú skoða dekkjastöðuna hjá Jökli versus Alex. Ok. Hvað Jökull að ná að spara softdekkin. Já, rosalega. Það er valla millimetr sem munna. Já. Sama hringa í gær hjá mér á soft. Ég var ábyggilega búinn með 1/4, sko.
Já. Sko, mér minnir að ég hafi farið sko 23 hringi á soft og hérna ég átti nóg eftir að dekkjunum sko, þau voru ekki orðin hálf. Nei, ég fór inn á hring 20 og hægra framhjóla mér var bara, það var kannski 1/4 eftir að því. Já, ok. Ég get ekki verið talinn dekkjasparari. Nei. En þessi bíll er alls ekki leiðilegur á mediumdekkjunum. Nei, ég náði ekki að tengja einhvern veginn við mediumdekkin í gerð. Það var bara miklu hraðar og soft og fór þarna 2 hringi á medium og hendi þeim og fór á soft. Já. Herru, Gretar er búinn að taka Mr. J. Það er svoleiðis. En þeir eru á batla. Já, já. En ég myndi ekki vilja keyra hana bíl á hard. Nei, alls ekki. Það er barningur á milli 5, 6 og 7 sko. Já. Alex Geirsson er hérna í humáttu eftir Óla. Já. Og Haukur Ingi rekur lestina. Ok. Hann var alveg, sko, 3 bílar hérna. Mr. J, Gretar og Ívar. Gretar að gera sig líklegan á hann Ívar. Já, já. Þetta er bara draftið á þessu bílar alveg, við minnumst það aftur, það er geggjað sko. Já. Og það er ekkert eðlilega gaman að keyra í raskatinu einhvern sko, veist, hann bremsar og þú bremsar, veist, þú lendir ekkert aftan á hann, þú bara nærið að bremsa líka. Já. En ef þú gleymir þá tóka draftið hressilega út. Já, já, það er bara þannig. Það er bara þannig sko. Maður lenti alveg því í gær sko. Já. Þetta ekki bara eina mesta spennan í brautinni. Nei, Alex er búinn að taka Jóa. Ok. Hann er komin upp aftur. Annað. Jökull heldur bara áfram að setja hraðasta tíma. Já, já, búinn að skilja eftir. Já, já, já. Tæplega 6,5 sekúnda. Hann er alveg sérflokki, hann Jökull, hann má alveg eiga það. Já, 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 já. Svona sem dæmi milli Jökuls og Gretars sem er 50, þá eru komnar 13,8 sekúndur. Já, ekki meira en það þó. Nei, en Jökull fer að eiga frían pitt á þá. Já, já. Voru ekki að tala um að pittinu væri ykkur 15 sekúndur í gær? Jú, mér minni það. Já. En þegar þeir að byrja allir 3. Já. Og Gretar var að missa sætið sitt. Já. Til Jón Þórs. Svo erum við með þannig stillingar í þessari sögumótaröð að dekkin eru 1x og bensinið 4x, þannig að bensinið er alltaf undan að klárast á undan dekkjónum. Og var ekki áfyllingin sinnum 20 á sekúndu? Jú, hann er mjög fljótur að fylla á. Já. Eru þetta eins og Nordic Master stillingarnar eða? Veistu það? Ég veit það ekki. Nei. Ég held það. Herra, Thompson er komin inn í pit. Ok.
Hann kemur út á soft í 7. sæti. Já. Alex Geirsson fer fram á honum á medium. Já. Það ekkert búið á þessum mediudekkjum hjá honum, sko. Nei. Það aðeins farið að sjá á dekkjanum hjá Jón Þóru Grétari. Já. Og aðeins farið að aðeins minna hjá Jökli. Ef við erum að bera saman softinn. Já. En Alex og Alex að berjast. Já. Alex Thompson náttúrulega soft. Himmi búinn að ná að vinna sig upp í 9. Þannig að hann er að koma grimmur Já. tilbaka. En hann er með Brynjar hins vegar alveg í stöðurunum. Já. Það eru 10 sekúndur á milli Jökuls og Jóa í 1. og 2. sæti. Hann Jökull er í toppmálum alveg. Já. Nei, það getur allt gerst. Og búinn að setja 1:31, 8:34. Það er rosalegt. Já, rosalegu tími, sko. Já. Alex Thompson að losa sig við Alex Geirsson bara. Já. Hann var ekki lengi að því. Nei. Það er komið í sekundu. Já. Svo er Grétar á undan Alex í 5. Já. Það er næsta skotmarkið hans Alex. Já. Það hefur nú örugglega eitthvað komið fyrir í honum því að Jón Þór er komin alveg 3 sekúndum með undan. Já, síðustu 2 hringir eru búin að vera svona óeðlilega hægir fyrir Grétar. Já. Já, setu 2 hringi 1:35. Já. Og dekkin eru nú ekki það illa farin hjá honum að það ætti að hafa eitthvað mikil áhrif. Nei. En hann bætir það upp núna. Já. Oliver segir shit, var hann bara að spara í byrjun, svaka hraði á Jökli. Ég held það, hann hefur bara verið að dunda sér í byrjun, sko. Já, nú er hérna Jón Þór að angra Ívar. Ok, fer á það. Fyrir annars sætið. Þessi beygja á þessu bíl er alveg stórkostleg. Það er svo gaman að keyra hana. Já, hún er sturluð, sko. Já. Ef þú nærðu upp á battan, þá getur þú tekið þessa beygju flatt át. Já, battinn dregur þið inn í beygjuna, sko. Já. Jón Þór að setja bara sinn besta tíma, 1:32.8 á síðasta hring. Já, það er mjög flott. Já, flottur tími. Já. Ég er einmitt á honum núna. Æ. Hvað nú? Hann fer hann aðeins út af. Missir Ívar frá sér og Já. Grétar nær sér. Það eru Ívar fyrir pit á mediumdekkjunum. Alex skýst fram fyrir hann. Nú er Grétar, býttu nú við. Jó Eils hefur farið bit, komin út af feskum soft.
Brynjar og Hilmar aðeins að fæta hérna. Ok. Já. Spurning hvað Himmi gerir í löngubeginni. Hann með varnarakstur, hann Brynjar. Já, færi sér svo yfir. Þetta gott race. Þetta gott race. Og so far, allt farið snyrtilega fram. Já. Haukur Ingi í pit. Já, Haukur Ingi í pit. Rekur lestina því miður. Það verður einhver að gera það, en Gretar að saksa vel á Jón Þór. Já. Og Alex aðeins að býta af tímanum til Gretars. Já. Jökull, hann bara með sína 21 sekundu fórskoti og... Já, bara góður sko. Bara góður sko. Já. Gretar út af. Nei. Já. Það spinnaði ekki. Jæja, spinnaði ekki. Hann var aðeins að prófa grassið. Já. En þetta tók sekundu tæpa af tímanum á milli hann og Alex. Þannig að Alex nálgast hann. Hann með úlinginn alveg í raskatinu og að koma. Já, og þessi úlingur fanta bílstjóri, þannig að... Já. Bara ótrúlegt að hann sé að koma og keyra núna. Sem sagt að hafi ekki verið komið fyrr. Já, þeir feðgar voru saman náttúrulega í 8. deildinni í vetur. Já, alveg rétt. Þeir skiptust á einu bíl. Já, skiptust á, þeir pittu. Já. En núna eru þeir komnir með sikkvort riggið, þannig að pappinn var í gær. Já. Og vann í gær. Já, með miklum yfirbörum. Já. Og hann sýndi okkur hvernig átt að keyra. Það var bara þannig. Það bara DSVSN, það sá það enginn, en það var svo langt undir okkur. Já. En annars bara furðu rólegt í braut. Já, það svona bara, það munar litlu á milli manna, en, veist. Já, ég held að nála þessi slagurinn sé 2., 3. og 4. Já, svo hérna stutt á milli Brynjars og Hilmars. Já, þeir eru búin að vera að kýtast eitthvað núna í tæpa 2 ringi, sko. Já. Jói í 5. sæti, hann að vinna í því að taka á nátt Alex. Já. Og hann ætti nú alveg að geta það, Jói hraður. Já, mjög hraður, sko. Enda líka hann óskrifaður þjálfari Bísigmanna. Það svoleiðis. Já. Svo ætla ég að þakka öllum sem kom á logoið sem var senast helgi. Þetta var algjör veisla. Já. Gaman að hitta alla og... Gaman að tengja andlitin við röddina. Já, það var mjög fyndið. Herru, nú Gretar og Jón Þór að derrast eitthvað. Ok. Gretar eins og fór aðeins og víður í fyrstu beginni. Já, ég ætla að fara aðeins inn í bíl hjá Gretari. Já. En Alex alveg... Já, hann fyrir innan á Gretaran Alex. Já. Mjög snillilegt. Held ég að sjóði á Gretari núna.
Já. En svo áhorfendur sjá vitið, þá erum við ekki með lyklaborð, þannig að við erum ekki í aðstöðu til að gefa replay. Já. Þannig að maður kannski fær sér lyklaborð ef maður heldur þess áfram. já. Það var svona spur of the moment að við tveir færum í þetta að lýsa. Já, Jón B. ætlaði að lýsa með mér. Og hérna, en svo var hann eitthvað upptekinn, þannig að Já. Ég stökk til, alveg gjössalega blautur bak á eyrun. já. Ég var ekkert eðlilega stressaður í dag þegar við fórum að tala um þetta við mig. Að ég ætti að sjá útsendinguna. En þetta er ekkert mál, maður. Nei. Það er bara að tala nógu mikið og hafa gaman. Já. Herru, nú er Hilmar búinn að taka Brynjar. Ok. Og er að horfa stíft á hann Ívar Eyþórs. Já, og er að blikka hann á fullu. Herru, Alex Geirsson er komin á soft. Hvað segirðu? Ég ætla að segja að Alex Topsson er að fara að taka Jón Þór. Eða þeir að tryggja manna barata hann alveg. Var eitthvað kontakt? Eitthvað. Já. Við þurfum að hringut þetta. Ætla að skrifa þetta hjá mér. Já, ekki það. Þannig að við getum hort á playbackið. Já. Herruðu, Alex Topsson fyrir út af. Sælir og snýr. Nei. Jú. Missir Jón Þór Gretar og Jóa fram úr sér, maður. Með skemmta framann en það er light damage, þannig að hún fyrir af fljótt. Held ég að sjóði á stráknum núna, maður. Já. Hann var nú búinn að keyra fanta vel fram að þessu. Já, mjög. En hann hefur ennþá 17 hringi. Já. Það er nóg eftir. Nóg eftir, sko. Þannig að það styttist í að Gretar og Jón Þór farið þá bara að berjast aftur. Já. Jó, Eils í fjóraða. Fínt bil á milli manna. Það er svona minnsti munurinn á milli þeirra í braut. Já, 6, 7, 8 eru. Það er Hilmar í 7. Hann er með 0,7 sikkur á megin við sig. Já, ok. Það gæti eitthvað gerst þar bráðum. Já. Það er bara þannig. Jón Þór aðeins í grasi með afturdekkið. Hvað er, já. Það er 3,7 á milli Alex og Jó Eils. Já. Og Hilmar alveg raskættinu Ívari. Og ætlar að stinga sér inn á. Hvað segirðu? Ég ætla að segja að Jói Egils er með betri dekkjastöðu og bensinstöðu heldur en Alex. Herru, Hilmar er komin í 7. Vel gert. Stakk sér inn á Ívar en Ívar er alveg í raskatinn á hann. Hann ætlar að taka utan á. Og Hilmar er fáralega góður í varnarakstri. Hann er góður þar. Hann er sterkur þar. Já.
Þú og Hilmar byrjuðu bara að keyra á vetrartímabilinu. Já. Voruð búin að keyra eitthvað fyrir eða? Nei, ekki ég. Ég var með alveg 0 reynslu í þessu. Ok. En Hilmar búinn að var mikið í formúluleikjunum. Já. Þannig að hann með, og svo hann sjálfur mjög aktífur í motocrossinu. Já. Þannig að hann alveg með góðar racinglínur og allt á hreinu, sko. Já, við erum Kawasaki bræður í crossarunum. Jú. Hann bíður spenntur í að fá Fanatecin heim. Já. Það eru fleiri að fá Fanatec. Það Jón Þór að fá Fanatec og það kannski einhverju fleiri. Já, ég ætla bara að ég bara ánægð með litla T128 Thrustmasterinn minn, sko. Já, ég meina fínt að byrja á því. Já, eitthvað var maður að byrja. Já. Gretar og Jón Þór að batla. Ok. Fer á þá. Það barningur á milli 7. og 8. seti, sko. Þeir eru bara alveg neck and neck. Ívar og Brynjar að berjast. Herðu, Hilmar fyrir út af. Nei. Jú. Missir 7. seti. Missir á báða fram úr sér. Já. Gretar komið með Jóa í skottið. Já. Hvað segið þið í spjallinu? Er þetta ekki allt í lagi hjá okkur bara? Það hlýtur að vera. Við erum helvíti skemmtilegir. Maður er að reyna að hafa filterinn á sig, sko, svo maður verður ekki bannaður á YouTube. Nákvæmlega. Það er bara þannig. Við verðum að vera almennilegir. En Jói og Gretar eru byrjað núna að slást aðeins. Ok. Ég er einmitt á Jói Eils. Hvað gerir Jói? Já. Fyrir utan á Gretar. Snyrtilega gert. Herru, Ólífer segir, þetta geti ekki verið betra hjá okkur, við erum snillingar. Gunnar Garðis, flott hjá okkur. Já, frábært að heyra. Þið eru náttúrulega líka bara meistarar út af fyrir ykkur, sko. Það er bara þannig. Ívar og Brynjar eitthvað að kýtast hérna í 7. og 7. Ég kíkja á það. Hilmar dottinn í 10. kallinn. Nei. Jó. Hann fór henni í pit, sýnist mér, hann á outlapp. Herru, Jökull fyrir pit líka. Jökull á nú bara, já, hann á nú bara 2 ef ekki 3 fría pittíma, sko. Já, fer í pit og það hækka bara, það eru 34 sekúndur, nei, 16 sekúndur, 15, já. Þannig að þá pitturinn 15 sekúndur. Já. Dekk og bensín. Já. En ef þú ferð aðeins á hann Jón Þór og skoðar stöðunni á honum. Hann er að vera bensínlaus. Já, það er alltaf að fara að blikka hjá kallinum. Gretar líka nefnilega. Ok, hann er helvíti grófur á dekkinu á hann Jón Þór. Já, enda líka var hann að missa Jóa núna framfyrir sig. Já. Jói gerði þetta snirtilega. Já, en Jói er nokkuð feskur á dekkjum. Já. En það er rosalegt grip í softdekkjunu, þóttu séu svona hálfslitinn og svo er hann bensínlaus, þannig að hann er mjög léttur. Já. En það er magnað að þeir séu búin að ná kreista 25 hringjútur þessum dekkjum. Það er mjög gott, sko. Ég hefði viljað sjá, hefði átt að skoða dekkinu á Jökli, hvernig þau voru. Já.
Ég held að Jón Þór og Greta fari í pit, sko. Já, ég gerir ráð fyrir þeir fara inn núna eftir þennan hring. Nei. Hver fór? Haukur Ingi? Hvar er hann? Hann er Eða var þetta Alex? Ég sá einhvern í grasinu. Það er verið að hringa Haukinga, þannig að það er blátt á honum. Herðu, hvað? Alex Thompson fór í pit líka. Já, hann ætlar að klára bara á softdekkjunum. Já. Gretar komin út á medium. Jón Þór líka. Jón Þór með aðeins meira bensín en Gretar. Ok. Já. En Alex er á soft þarna eftir Gretari, þannig að hann gæti verið aðeins hraðari, sko. Er komið eitthvað nýtt í spjallið? Er einhver að segja eitthvað? Herru, já, hann Hilli var að segja að við værum í toppmálum og hann þurfti að fara að skipta föt því hann blotnaði svo mikið út á okkur. Það er svoleiðis. Já. I like that. I like it a lot. Herru, bam. Menn eru að hringa Hauk. Já. Það er bara eins og það er, hann bara... Já, hleypur bara öllu fram á sér, það er bara flott. Já. Davíð Adams í 11. í einhverjum... Það verðist ekki verið neina vandræðum, tímarnir hjá honum eru nú ekki það lélegir, sko. Nei, bara solid tímar, sko. Já. En Himmi þarf að fara að spýta lóana ef hann ætlar að ná einhverjum, það er 8 sekúndur í næsta mann. Já. Greta er búinn að missa Thompson fram úr sér. Já. Og Thompson er að angra Jón Þór. Þeir eru bara hlið við hlið í gegnum S-inn. Já. Nei. Það var kontakt. Nei, það var kontakt. Anskotin maður. Veitu? Þarna Jón Þór. Það var á 27. hring. Við erum að skrifa þetta niður. Já, ég er með þetta, búinn að punkta þetta niður. Já, flott. Þarna gefur Hilmar. Það er þetta Jón Þór. Já. Nú síður á mínum kalli. Já. Það er bara þannig. Sko. Ég held að Jón Þór ætli ekkert að gefa þetta. Nei. Þetta var svo rosalegt close í beigjunum að... Já. Þetta var bara ávísun að þetta myndi geta gerst, sko. Já. Hann er stutt í Alex. Já. Hann er hérna. Þeir koma, þeir ná honum. Vonandi. Já. Sjáu þið draftið, það er rosalegt maður. Hilmar bara bomba sér fram úr. Já, Jón Þór líka. Sjáu þið þetta er geggjað. Þetta var snyrtilegt. Já. Þetta var alveg flott. En svo er spurning, gaf Alex þetta eða var þetta bara... Já, spurning, það getur verið. Svo er þetta Ívar Eyþórs og Brynjar Péturs að berjast. Já, þeir eru búin að vinna sig helviti vel upp, sko. Já. Þeir grættu nú helviti vel á þessum. Látum þetta á hann. Já. Svo endilega hendaði chatti eftir race, driver of the day vote. Já.
Já. Jói Eils í fínni stöðu, öðru seti. 12 sekúndur á milli hans og Jökuls. Já, hann bara með fest loft, sko. Já. Þeir tveir hérna í fyrsta öðru, þeir eru bara... Brynjar Péturs í pit. Tekur bensín. Það ægilega fljótt bensín að fara á þá. Þetta er... Já. Alex og Gretar eru eitthvað aðeins að minkar bíla hér á milli. Já. Hilmar kominn í 7. Já, það er mjótt á milli 5. og 6. setisins. Mr. J er dottinir í hvað, 10? Var hann ekki... Jó, hann er í 10. Búinn að missa Alex fram úr sér áttur, hvað skreiði? Já. Það er eitthvað komið fyrir. Já. Það er náttúrulega... Þetta er langt reis, klukkutími. Já. Maður fann það alveg sjálfur í gær. Eftir hring 30 þá var maður farin að klikka. Já. Ég var alveg orðinn dofinn í raskatinu því að ég þurfti að taka pullurnar úr stólnum. Hann er setið svo hátt í honum, körfustólum. Já. Það er alveg að drepast. Það eru Gretar búinn að losa sig við Alex í bíli. Já. Við höfum ekkert skoðað Óla í keppninni. Hann hefur bara verið góður peysi og eitt síns liðs. Já. Eins og strákarnir sögðu í gær að fyrsta sæti þegar þeir skilja sig svona að þá fá þeir bara engan útsendingatíma. Nei, það er... Jökull skilur það alveg. Já. Við kannski fylgjumst með honum þegar hann fer yfir línuna. Já. En Alex Topsson og Himmi eru eitthvað að byrja að kýtast. Og Brynjar með. Já. Það glansar alveg ægilega lifurinn í hjónum. Maður blindast nánast í hjónum. En Alex græðir á þessari baráttu á milli Brynjars og Himma. Já. Algjörlega. Skilur það bara eftir, sko. Það er rétt rúmlega sekúnda. En fyrsta, annað, þriðja og fjórða sæti, þeir eru bara með fest loft, sko. Já, þeir eru bara í toppmálum. Já. Gæti Norri barátt á milli Óla og Ívars. Það munur hún ekki miklu. Já, hvernig er þetta? Það munar ekkert á dekkjunum, sko, en Ólafur er með minna bensín. Já. Þannig að hann er örlítið léttari. Já. Og Jökull þá með hraðasta tíma. Hann er náttúrulega ekkert eðlilega hraður, sko. Það er bara... Æ, þetta er... Þetta er alveg óskiljanlegt. Brynjar er búinn að fara fram úr Hilmari. Ok. Og... Hilmar bandbrjálaður fyrir aftan hann. Já, byrjar að sýna sig. Já, það var smá nutt þarna held ég, en það var nú ekkert. Já, svo er það kærumál eftir keppni, ef það verður eitthvað svoleiðis, þá er 24 klukkutíma frestur. Já. Og hvað er það ekki Gretar og Jói sem taka á móti þeim? Það held ég. Ég held að.
Nú ef kærurnar snúast gegn þeim tveim og eitthvað máta, þá verður fundin ábygglega sjálfstæður utankomandi aðili til þess að fara yfir það. Já. Já, hér farið eftir reglum. Já. En þetta hefur bara verið nokkuð kurteisiskeppni alveg fram að þessu, sko. Já. Það atvikið þarna milli Jón Þórs og Thompson. Já. Gretar og Alex enn að bítast. Já. En annars keppendur búin að aðeins að opna reysið? Já. Það bara þannig, það svona búið að lítið að gerast. Já. Þetta kemur. Það verður barningur. Það stutt á milli þeirra. Alexar og Gretas. Það rokka bara 0-3, 0-5, 0-3. Já. Og svo núna Alex með draftið. Báðir tveir fanta ökumenn. Já, já. Menn eru þolinmóðir hérna, það ekkert verið að taka óþarfa áhættur. Já. Alex Thompson hins vegar ekki að éta mikið upp tíman á Alex. Nei. 0,1, jó, hann nú eitthvað að gefa í kattinn. Þarna fór, held ég, Haukur út af. Já. Já, já. Hann nú hraður líka, hann helvítur hraður á Porsche. Já. Hann kannski ekki að finna sendilega á þessum bíl. Nei, það Ég hef nú keppt á, sko, hinum Red Bull bílum, ekki Junior. Og það var rosalegt. Já, maður bara ræður ekkert við hann, sko. Það ennþá bara barningur á milli Brynjars og Himma. Já. 8. og 9. Það ætlar ekkert að slagnast á þar. Nei. Nú, svo kemur Jón Þór 4 sekundum, það 4,7 eftir þeim. Já, nú Hilmar að skjóta sér inn á Brynjar í fyrstu beygju. Já, ætlar að halda því. Já. Það þessi kantar í beygjunum, þeir toga mann inn alveg. Þeir gera það. En svo líka, sko, það sem hættulegast við þessa kanta eða Apex það kanturinn sem kemur eftir Apexi. Já, hann stórhættulegur, sko. Hann stórhættulegur, sko. Við sáum það bara í gær hjá honum Eirík Inga, sko. Já. Það hvað allar Brynjar að gera. Nei, reynir ekki. Það Gretar búinn að missa Alex fram úr sér. Já. Ei, smá ítingur. Já. Thompson komin inn í baráttuna líka. Þetta er bara 3 manna side by side hérna. Já. Menn að ítast. Já. Já, Thompson fyrir fram úr Alex Gersinni líka. Já. Já, Alex Gerson fyrir fram úr. Stingur sér framan á hann.
helvíti, já, náði að láta þetta stikka. Ja, Gretar græður að þessu. Já, já. Enda líka komin alveg í þá aftur Já, bara. já. Minjónsinn mættur. Já. Já, já. Já, Alex og Gretar, þeir eru ekkert hættir. Þeir halda bara fram. Nei. Aja. Það munaði ekki miklu. Nei. Gretar komið fram úr. Nei, Alex heldur þessu. En Gretar á innanverðu. Já, já. Klárar þetta. Hilmar er komin alveg í þá. Já. Hilmar er búinn að keyra bara mjög vel núna undanfarna 10 hringi. Já. Ef ekki aðeins meira. En hann fer að stríða þeim núna. Já. Hann fer innan á Gretar. Já, Gretar heldur þessu. Og svo er Brynjar hérna, laumur púkast aftur á. Já. Það er 37. ringur, þetta er alveg verið að búið, við verðum hér. Það er svona mest að gerast hér. Alex er komin með mjög léleg dekk. Alex Geirsson. Já. Allir svipaðir bensínlega séð. Ég er með eitthvað voða fínt sjónarhorn á þessu, þannig að ég er framan á bílum í Alex, þannig að ég sjá í hinna. Já. Þetta er bara, herruðu, hvað nú? Gretar. Það munaði litlu. Hilmar aðeins út af. Já. Hilmar út í grasið, snýr. Nei, Brynjar út í grasið. Skítu dekk. Já. Skítu dekk, þau eru alveg hrikalegi í þessari braut. Herruðu, Brynjar næstu er búinn að snúast. Hilmar kemur á hann. Jón Þór græddi á þessu. Já. Alveg góðar 2 sekúndur sýnist mér. Já. Gretar er búinn að taka Alex. Já. Alex Geiss. Alex Topsson er bara næstur í sigtinu hjá honum. Já. Hvað gerir Alex hér? 1,5 hringur eftir. Já. Svo munið, það verður að kjósa driver of the day. Það eru Jökull og Himmi, þeir eru búin að vera aðeins að kýtast með númerinn. Já. Ég veit ekki hvernig það endaði. Nei. Fyrir þetta reis. En Himmi er nefnilega 43 í motocrossun líka, þannig að... Já, og Jökull náttúrulega nýri liði, Himmi var undan honum í liðinu, þannig að... Jú, hann verður að beygja sig fram fyrir gömlu köllunum, sko. Já. Það er bara þannig... Það er svona mesta baráttan frá 7. niður í 9. Já. Jón Þór ekki langt eftir. Nei. Hilmar og Brynjar Peturs enn að slást. Já. Svo ætla ég að fara svona aðeins yfir lifirinn hérna. Bísek lifirinn. Ekkert eðlilega flott. Brynjar Peturs á þessu fína. Já, það er bara loðið svo jamma. Já, það var talað um það að það væri ósk móthaldara að það kæmi fram Yamaha og Lovisa einhvers staðar á bílunum. Já. Þannig að
Herruðu. Jæja. Jökulla. Komin á lokakaflan. Á gufunum alveg. Jökull fyrstur í mark. Jói Egils á eftir honum. Flott reis hjá þeim. Ég kom inn á Gretar og Alex Geirsson. Alex Geirsson aðeins í grasið. Ein beygja eftir. Brynjar og Hilmar líka berjast alveg fram á síðustu stundu. Ólafur, fjórða sætið. Alex Topsson í 5. Það er barningur hér. Hilmar. Það muni ekki miklu á millera. 0,025. Alex tók 7. Gretar 7. Brynjar Péturs 8. 9. Hilmar. Jón Þór 10. Davíð Adams er að skríða yfir línuna í 11. sæti. Haukur Ingi, hann er á dólunum bara. Jæja. Jökull sigraði þetta, pole position. Já, bara átti þetta skilið. Já. Var aldrei neinu batli eitthvað að ráði. Nákvæmlega. Herru, strákar, streaminu. Driver of the day. Jökull er komið með 1 vót. Ok. Það að taka screenshot af þessu hérna. Það save replay. Já. Hvað segir þið spjallinu? Bam. Oliver, Jökull er 43 og Hilmar er líka. Ég veit ekki hvort að Jökull skiptir númer. Hann ætti náttúrulega að vera með númer 1 bara held ég. Hendið í driver of the day. Það er... Ég veit ekki hvað, það var við nú verið að tala um það í gær að sá sem sigrar ætti nú ekki að vera driver of the day, sko. Nei. Það væri svona second place verðlaun að fá driver of the day. Jæja, menn er eitthvað að kýtast í spjallinu. Hvaða sportmót kjaftað er þetta? Jæja. Það er... Ætli það sé ekki það sem kom fyrir áðan. Krassi hjá Jón Þór og Alex. Ólefur segir Gretar, driver of the day. Já, mér bara... Það var helvíti flott í orðum. Mr. J vel pirraður. Já. Það kemur fyrir. Það eru Gretar, driver of the day. Hilli segir Jökull. Er engin fleiri? Alex Topsson er kominn með atkvæði. Já. Ætli Ingi sé þá að horfa? Hvað segir hann? Já, ég já eins og, hvað segirðu? Hver myndi fá þitt atkvæði? Ég held, það sé ekki, já Gretar, hann var bara í batli allan tíman. Já, ég nefnilega var þar líka sko. Já. Þannig að við látum, við fáum okkar atkvæði í þessu líka. Já. Við sem ekki alveg hlutlausir en... Nei.
það bara þannig. Það bara þannig, er það þá ekki bara málið? Grétar driver of the day? Já, ég held það. Mér finnst það. Með 3 atkvæði? Já. Það það bara svoleiðis. Til hamingju með það, Grétar minn. Eins og sem, þetta bara round 1 í Lofis og Yamaha sumarmótaröðinni 2025. Og næsta keppni eftir 3 vikur á Spa. Þannig að... Á Group 3. Já, við erum að keppa. Það B-deildin á okkur. Já, ég ætla að vona að ég verði í frí. Verði ekki á sjó. Já, það nú hins vegar, ég missa af henni, ég erlendis. Nú? Já, ok. Ég verði að sleikja sóluna í Króatíu. En ég mun að horfa á þetta og vera virkur í spjallinu. Já, eins og eru einum lagið. Ja, við þökkum GTC fyrir lánið á YouTube-stöðinni. Já, þetta var alveg frábært, sko. Og áhöröndum bara, flott að sjá hvað mest var 16 að horfa, geggjað bara. Já, það er bara fín. Það er bara svoleiðis. Ég hef ekki bara að segja þetta. Viltu henda í replay á Mr. J og Alex Thompson? Já, við skulum gera það. Verðum með að gera það? Ég verðum með að gera það. Þetta er eiginlega, já, hringur 27. Ok. Það er bara þannig. Þetta er alltaf, þetta. Já. Gat ég kannski skoða replayið inn í lobbyinu? Nei, þú verður að fara á. Já. Hvað er í gangi? Voðalega býður þetta. Það er bara þannig. En já, þetta var hörku keppni. Þetta var ógeðslega gaman að horfa á þetta og geggjað að fá að lýsa þessu. Já. Komin vel út fyrir það eindir ramman sinn og taka þetta að sér. Það er bara þannig. Býtu, hvað er þetta eftir? Hérna. Nei. Þetta ekki hér. Ok. Þetta er alltaf þetta. Ég kann ekkert á þetta, sko. Þú veit að það var hring 1, maður. Já. Hanna kom þetta, maður. Hvað er við konir hérna í... Hvað sagði 27? Jæja, 25. Það er settu á Mr. J. Þarna þeir í lok 2007 ríkjar. Vonandi er þetta gott hjá mér fyrir þá sem eru að horfa. Alex hérna í raskættin á honum. Og svo fara þær side by side. Já. Þeir eru. Já, þeir eru. Þetta er svolítið, þetta er glæfralegt að fara svona saman í gegn. Ég ætla að fara inn í bíl hjá Jón Þóri.
Ég veit ekkert hvað gott sjónarhornina, sko. Nei. Já, þarna verður nú aðeins snerting og... Já. Ég veit eiginlega ekki alveg... Hvað skal segja, sko, Nei, Þú segir, við erum báður að sög bara. Ég ætla að vera svona í Rauðjónþóri núna. Já. Það er svona eins og Alex ít honum aðeins út. En, já, það er bara þannig. Við leggjum ekki dóm á það hér. Nei, við getum það ekki. Nei. Höfum ekki rétt á því. En hérna, ég ætla bara að þakka fyrir okkur í kvöld eða þakka fyrir mig og... Takk sömuleiðis bara. Þetta var algjör snilld. Bara veisla, algjör veisla. Aldrei að vita nema að við gerum þetta aftur, sko. Aldrei að vita. Það er bara þannig. Bara segjum við þetta gott í kvöld. Eða það ekki? Bara takk fyrir okkur. Já, takk fyrir okkur og sjáumst eftir þér í 3 vikur. Já. Eða það ekki? Jú. Ok. Segðu það. Takk. Já, takk.